Takk fyrir. Amen. Amen, amen. Takk, Jesús. Já, hún Sibba sagði, þegar Kristins andi kemur yfir þjóðin okkar, þá þurfum við að standa í lappirnar. Við þurfum að vaka og biðja og við þurfum að gæta þess að láta ekki finna okkur sofandi. Fyrir allmörgum árum, þegar strákarnir minn voru litlir, þá fluttum við fjölskyldan og þeir þurftu að skipta skóla. Og sá eldri var búinn að vera svona cirka viku í skólanum þegar það var afmæli í bekknum. Og það var öllum í bekknum boðið í afmælið nema honum. Og ég hugsaði með mér, þetta hlýtur einhver misskilningur. Hún bara gleymt honum, mamman sko. Þannig ég hringi bara í mömmuna og kynni mig og segi henni sem sagt hver ég sé og stráknum mínum hafi ekki verið boðið. Heyrðu, þá kemur það mér ekki lítið á óvart að þetta var bara ásettu ráði. Hún sagði, já, hann svo nýbyrjaður í skólanum og hann þekkir engan. Og ég hugsaði, þetta akkurat tækifæri til þess að kynnast krökkunum, það með því að mæta í afmæli. Og ég man ekki nákvæmlega hvernig samtalið okkar lauk, nema ég mætti bara með hann í afmælið. Ég hugsaði með mér, hann þarf að kynnast þessum krökkum og hann á að geta að vera lengi í þessum bekk og það bara mun hann kynnast þeim. En mér fannst eitthvað svo vont að hún hefði viljandi skilið drenginn út undan. Mér langar til þess að tala þess þetta í dag. Þegar fólk skilið út undan. Í Gamla testamentinu eru sögur, það svolítið skemmtilegt, það saga bæði í fyrri konungabók, 22. kafla og í annarri krónikubók, 18. kafla, þetta sama sagan, hún hér bil samhljóða og þetta saga af 400 spámönnum sem fóru út af sporinu. Talandi að halda vöku sinni og láta ekki finna okkur sofandi. Á tímum Gamla testamentisins og auðvitað enn þann dag í dag, þá voru spámenn mjög mikilvægir. Þeir voru oft hægri hönd konunga vegna þess að konungar reiddu sig á spámennina. Eigum við að fara í þetta stríðið eða hitt stríðið eða eigum við að vera til friðs núna og þeir leituðu til spámannana og þeir tóku mark á þeim. Í dag erum við svo lánsöm að eiga heilagan anda sem gefur okkur náðargjafir sínar og hann hjálpar okkur í veikleika okkar. Og þið hafið örugglega öll eins og ég stundum staðið frammi fyrir einhverjum ákvörðum þar sem þið vitið ekki hvort þið að fara til hægri eða vinstri eða austur eða vestur. Stundum þetta bara spurning ákvörðun, ekki rétt og rangt. Við getum samt verið að flækjast með þetta. Stundum þetta spurning rétt og rangt. Og þá vill maður fá orð frá Guði og þá vill maður gera það sem rétt. Og þessu hlutverki gegndu spámennirnir, þeir gáfu leiðbeiningar, þeir komu með orð frá drottni. Og kóngarnir reiddu sig á þá og ég hef áður sagt sögu hérna úr annarri konungabók 7. kafla þar sem spámaður sagði við Ísraels konung ekki fara þennan stað af því að þeir liggja í leyni, þeir ætla að ráðast á ykkur þarna. Og kóngurinn bara tók mark á þessu en óvinakóngurinn hélt að það væri uppljóstrari í liðinu sínu. Það væri eitthvað skrítið að þeir færu aldrei þennan stað og hann var alveg viss að það hefði einhver kjaftað frá áætlunum. Það var bara engin uppljóstrari í liðinu hans. Uppljóstrarinn var í hinu liðinu. Og Guð varaði hann við og það eru þessar opinberanir sem eru svo dýrmætar og það þetta sem við eigum aðgang að, við eigum lifandi Guð, við eigum lifandi frelsara, hann alltaf með okkur, hann vill hjálpa okkur og það okkar að hlusta og það okkar að hlýða og ég var að hugsa núna í lofgjörðinni og þegar Sibba var að tala þetta með þennan næmleika Guðs, þetta með nærveru Guðs, þetta með lofgjörðina, næmleiki minn á heilagan anda,
Hann hefur bara fæðst í gegnum samveruna við Guð. Hann hefur fæðst gegnum það að lesa Guðs orð, að lofa Guð, að mæta á samkomur, mæta á bænastundir. Guð sendur okkur aldrei tómhent af sínum fundi. Og hann vill að við vöxum og hann vill að við berum ávöxt. En svo voru það þessir 400 spámenn. Ég vildi að ég gæti sagt að það væru 400 spámenn í íslensku samfélagi í dag. Ég hef ekki hugmynd um það, en það er dýrmætt að hafa spámenn á meðal okkar sem fá stöðu sína vegna náðargjafar og vegna einhvers næmleika. Þessir spámenn fengu ábyggilega ákveðna stöðu af því að þeir höfðu fengið náðargjöf. Og það segir í Rómverjabréfinu, Guð iðrar ekki náðargjafa sinna eða köllunar, en menn geta